Komið sæl og blessuð, kæru naut. Það er komið að ykkur í lestri fyrir júlí og ég veit að það er liðið á júlímánuð en það er ekki svo náið með tíman. Þetta getur náð fram í ágúst og aðeins fram á sumar. Ég ætla að reyna að setja spilin þannig að þið sjáu þau vel. Ég er búin að leggja spilin ykkar, hreinlega bara til að spara tíma. Því að þessi lögn, síkunarlögnin, tekur smá tíma að lesa úr. Og svo tökum við hérna eitt svona þemaspil fyrir ykkur líka. Og þá bara hefst lesturinn, kæru naut. Þemaspilið ykkar bendir til þess að júlí verði mánuður þar sem þið verðið mjög næm, andlega tengd og að gjafirnar ykkar, andlegu hæfileikarnir ykkar munu þetta vel eflast. Þið gætu orðið fyrir andlegri reynslu, einhvers konar dulrænni reynslu. Og þetta spil er líka bara merki það að ekki er allt sem sýnist. Og það að horfa eins undir yfirborðið í málum. Það verður þema júlímánaðar. Setjum það spil bara hér. Og síðan byrjum við bara lesturinn. Við byrjum á atvinnunni ykkar eða viðfangsefninu því sem þið eru að fást við dagsdaglega. Einhver ykkar kæru naut eru kannski ekki endilega bundin atvinnu, heldur eru að sinna áhugamálum og tómstundum. En þar sýnist mér vera mikil þreyta og þörf á að komast í frí eða þörf á að fara að ljúka einhverjum kafla. Mörg ykkar hafi hreinlega bara verið á síðustu dropunum undanfarna daga og hafi kannski gefið ekstra mikið í til að klára einhver verkefni. Og hafi fyrir vikið svolítið þurft að borga fyrir það með því að vera yfir ykkur þreytt. Andlegt álag getur líka hafa verið mikið upp á síðkastið og þörf á hvíld og heilun. Þið eru heppin með það, kæru naut, að það er einmitt eitthvað slíkt að koma inn til ykkar núna í augnablikinu og það er eitthvað nýtt og skemmtilegt sem er að sýna sig. Þetta getur verið ný vinna, ný kafli í vinnu eða viðfangsefnum. Nú eða bara nýtt skemmtilegt tímabil sem að þið hafið lengi beðið eftir og mjög skýrt að það er eitthvað sem að kemur á óvart. Þannig að þó að þið hafi kannski gert einhver plön, þá er hérna óvissu þáttur líka skemmtilegur sem kemur inn. Og júlímánuður verður afskaplega góður og ljúfur hvað þetta varðar. Viðfangsefni og atvinnu. Ég sé mikla ánægju hérna fyrir ykkur í lok júlí og svona þegar líður á sumarið. Og eitthvað alveg nýtt, splungu nýtt sem kemur inn. Já, ok. Þá er það heimilið ykkar og innan heimilisins geta verið fjölskyldumeðlimir, grunnþarfir ykkar, líðan í júlí. Það sem er
á undan gengið, það sem liðið, virðist vera að þið hafi verið með ákveðnar svona áætlanir hvað þið ætla að taka ykkur fyrir hendur innan heimilisins. Kannski hafið þið verið með planað frí eða eitthvað sem þið hafið hlakkað til og hort eftir að geta farið að sinna. Og mér finnst þið verið í góðum fasa núna innan heimilisins. Fjölskyldumeðlimum virðist líða vel og ykkur líka. Þannig að það er allavega góður tími í augnablikinu. Og hvort sem að þið eruð heima eða eruð á ferðalagi á leiðinni í einhvers konar sumarfrí eða annað, þá er allavega tilhlökkun í loftinu og ég skynja hérna líka bara mikið þakklæti og gleði fyrir allt sem að þið hafið, kæru naut. Þið kunnið svo sannarlega að njóta þess sem að lífið gefur ykkur. Framundan undir lok júlí og fram á sumar gæti verið einhver málefni eða einhver staða sem að þið finnið ykkur í, þar sem að þið munuð hafa einhverjar áhyggjur, eitthvað sem aftur að valda ykkur heilabrotum og ef til vill einhver staða sem að þið sjáu ekki alveg hvernig þið komist út úr. Þetta er tímabundin staða og lausnin er nær en þið haldið. Það er bara spurning að opna augun og kannski reyna að skoða hlutina í nýju ljósi. Því að þetta er eitthvað málefni sem að ykkur tekst að leysa, svo lengi sem þið leyfið ekki bara neikvæðum hugsunum að ná yfirhöndinni. Þá er það langanir ykkar og svona hvað þið þráið og hvernig heppnin spilar inn í það til að hjálpa ykkur að ná því. Mér sýnist þið hafa verið undanfarið í góðri stöðu, kraftmikil og hvað ég var að segja, kraftmikil og flott, kæru naut, full af framkvæmda orku og full af jákvæðri orku til að koma hlutum áfram. Einhverjar langanir ykkar og þrár sem að þið hafi haft hafa notið góðs af þessari orku frá ykkur því að þið hafi unnið mikið í því að koma þessum löngunum ykkar á koppinn, skulum við segja, og gera þær að veruleika. Í dag eru þið að skoða eitthvað varðandi fortíðina. Það er að koma til ykkar einhver skilaboð varðandi fortíðina. Það getur verið efnislegt varðandi peninga eða fjármál. Fyrir einhver ykkar eru þetta skilaboð varðandi húsnæði fortíðarinnar. Fyrir önnur ykkar kæru naut er þetta skilaboð varðandi gömul samskipti, gömul sambönd, fólk sem þið hafið ef til vill ekki hitt í dálítið langan tíma og eru ef til vill að poppa aftur upp í lífi ykkar. Og þið eru svona, ég sé ykkur velta fyrir ykkur hvað þessi sambönd munu færa ykkur og hvort þau séu þessi virði að fara að endurvekja. Ég sé ekkert annað en bara jákvætt með því. Og það að skoða fortíðina getur oft verið lærdómsríkt. Stundum leggjum við verkefni okkar
úr fortíðinni til hliðar í ákveðin tíma áður en við svo tökum þau upp aftur og förum að sinna þeim. Svo lengi sem það færir ykkur gleði og svo lengi sem þið hafið góða tilfinningu fyrir þessu fortíðardæmi, hvað svo sem það er, fyrir ykkur persónulega, þá tala spilin að fylgja því að það mun sýna sig þegar fram í sækir og núna í sumar að þetta á eftir að færa ykkur einhvers konar gróða, eitthvað nýtt happ og þið munu jafnvel koma betur út úr þessu heldur en ykkur hafi órað fyrir. Þetta getur verið verkefni sem að gefur ykkur eitthvað í aðra hönd, nú eða vinátta sem á eftir að vaxa og dafna og ég sé ykkur bara í blóma varðandi þetta. Þá eru það vinir og stuðningsnet sem að þið hafið svona í kringum ykkur. Ykkar nánustu geta verið hér inn í þessum flokki, en aðalega eru þetta svona þeir sem að þið leitið til þegar þið þurfið aðstoð eða þeir eitthvað bjátar á. Ég verð að segja það, kæru naut, fyrir utan það að það gæti hafa orðið dauðsfall í vinahópnum, þá sé ég ykkur í þörf fyrir endurnýjun. Það getur verið að þeir vinir eða kunningjar eða stuðningshópur sem að þið hafi verið að umgangast undanfarið hafi ekki mætt væntingum ykkar, hafi bara reynst ykkur neikvæður, því að í dag finnst mér neikvæð orka að vera áberandi í kringum ykkur og mér finnst þið gera ykkur grein fyrir því. Þetta geta verið, við skulum kalla það vini. Þetta geta verið vinir sem að standa ekki við gefin loforð. Þetta geta verið vinir sem að glíma við fíknisjúkdóma eða eru í mikilli óreglu með líf sitt. Það getur verið ýmislegt, áfengi, eiturlyf, peningamál, nú hvaða fíkn sem er að hafa í raun og veru neikvæð áhrif á ykkur og er svolítið að draga ykkur á einhverja leið sem að þið viljið ekki vera á. Að sjálfsögðu getur verið að þið séu partur af þessari neikvæðu orku og eigið ykkar sök eða ykkar ábyrgð á því, en ég sé ykkur hérna framundan þegar kemur lengra inn í sumarið, þá eru þið tilbúin, kæru naut, að losa ykkur undan þessu oki sem að þetta vissulega getur verið og fara að skoða eitthvað nýtt, annaðhvort nýja vini, nýja kunningja eða leita ykkur stuðnings á öðrum stað en venjulega. Ég veit að þetta er svona frekar neikvætt allt saman og þetta passar örugglega ekki við ykkur öll, kæru naut, en þið takið bara til ykkar það sem ykkur finnst ljóma fyrir ykkur. Varðandi það sem ég sagði hérna með dauðsfallið áðan sem gæti hafa orðið innan þessa hóps, það gæti átt við einhver ykkar, kæru naut. Og það er þá bara ykkar að hlúa að sjálfum ykkur, takast á við sorgina og
gera það án þess að rífa ykkur niður eða að leita í neikvæða hegðun í kjölfarið á því. Það eru margir möguleikar framundan varðandi vináttu, varðandi aðstoð, hjálp, varðandi betri líðan. Afsakið. Þannig að það er ekki öll nótt úti enn. Ég hvet ykkur þá bara til þess að skoða þessa hluti og vita hvernig þið getið komið ykkur út úr neikvæða gírnum sem er í gangi og inn í eitthvað jákvæðara þegar líður á sumarið. Ok, svolítið sérstakt, en ég verð að lesa það sem ég fæ. Síðan er það ástin í lífi ykkar og rómantíkin. Náin kynni, sambönd alls konar. Þar sýnist mér þið hafa verið að vinna vel að málum í fortíðinni eða þangað til núna. Og ef þið eruð í sambandi þá getið þið hafa verið ásamt hinum helmingi sambandsins ykkar að byggja sambandið upp og þið getið hafa verið að bakka hvert annað upp, vinna saman, læra nýja hluti saman, eitthvað á þeim nótum. Og í dag eru skilaboð að koma inn til þín, kæra naut. Skilaboð sem geta komið snögglega og geta komið dálítið óvarlega. Einhver sem segir hlutina tæpitungulaust eða einhver skilaboð sem koma úr annarri átt en því að ég vona og koma dálítið með hraða. Og þetta er eitthvað sem tengist ykkar sambandi. Þetta geta verið hvöss orð, geta vissulega verið einhvers konar rifrildi eða slíkt. En mér sýnist að þið ná að leysa ágætlega úr því, kæru naut. Ef þið eruð í sambandi þá gæti þetta verið varðandi fjármál innan sambandsins og eitthvað varðandi kaup og sölu. Gæti tákna það að þið séu með eitthvað slíkt í huga í sameiningu og eruð að spá hérna í framkvæmdum eða fjárútlátum eða kaupum. Nú ef þið eru ekki í sambandi, kæru naut, þá á í raun og veru það sama svolítið við ykkur að þið hafi unnið vel að ykkar málum í fortíðinni og hafi gert það sem þarf til að vera opin og jákvæð fyrir því að kynnast einhverjum. Mörg ykkar hafi samt sem áður lagt mikla áherslu á vinnun ykkar og hafi kannski ekkert endilega verið að hugsa sambandsmál sem slík. En það á ekki við ykkur öll. Og það er hérna þessi kröftugu skilaboð sem ég talaði áðan sem að geta verið bara svo misjöfn eftir því hvað ræðir. Fyrir ykkur sem að eruð að vonast eftir karlmanni inn í líf ykkar, þá gæti hann verið hér á næsta leiti í sumar. Jarðbundinn, traustur, stöðugur, stabíll. Og
og þessi karlorka sjálfri sér næg og þetta þroskuð orka, þetta þroskaður maður sem í raun og veru þarf ekki á neinum að halda, síns eigin herra, en hefur meira en nóg að gefa öðrum og gjafmildur og ábyrgur. Ok, nóg ástamálin. Það samt ekki mikið tilfinningar í þessum flokki. Heldur meira að vera að leggja áherslu á þetta jarðbundna. Og þá eru það plönin ykkar og áætlanir og það sem að þið svona hafið ætlað ykkur að gera. Þið virðist hafa náð svona ykkar þeim áföngum sem að þið hafið sett ykkur í fortíðinni, því að hér ánægja og gleði og eins og ég sagði áðan þá kunnið þið að njóta lífsins. Það kemur hér skýrt fram og þið fáið greinilega mikla ánægju út úr því að setja ykkur svona einhverjar áætlanir til að fylgja eftir. Í dag eru þið með eitthvað nýtt á prjónunum. Algjörlega glænýja hugmynd eða glænýja ástríðu sem að búin að grípa ykkur og þetta svona pínlítið svo að vera bitin og þá við kannski af mýflugu, ekki endilega einhverju stærri en það. Að tala að fá bakteríu líka. Þetta svolítið svoleiðis. Þið eru búin að fá nýja bakteríu fyrir einhverju. Og eru byrjuð, kæru naut, að setja plön og áætlanir fyrir þessa nýju dellu. Og þá meina ég dellu á jákvæðan hátt. Þið eru náttúrulega ákaflega þrjósk og seig, kæru naut, og að koma hlutum í framkvæmd og þið vinnið vel að öllu sem þið gerir. Og mér sýnist þið gera það hérna líka í júlí og þegar líður á sumarið. Margir möguleikar framundan hjá okkur varðandi hvað þið viljið gera og þið hafið allt sem til þarf. Þið eru mjög færi á ykkar sviði og eru fagmenn fram í fingurgóma. Þannig að það er aldrei að vita hvað kemur út úr því sem þið eru búin að plana. Það er eitthvað skemmtilegt framundan. Svo er það svona hvað þið viljið fá út úr lífinu sem eru ykkar hjartans mál. Kannski eitthvað sem þið hafi leitað að eða hafi svona alltaf á bak við eyrað í gegnum lífið. Það hefur verið svolítið ríkt í ykkur að þið viljið vera við stjórnvölinn og þið viljið gera hlutina af krafti og svona svolítið þunga, leggja áherslu á það sem þið gerið. Það skiptir ykkur máli. Nú að njóta lífsins skiptir líka máli og mér sýnist þið vera bara nokkuð góð í því, bæði núna og framundan í júlí. Það er fögnuður hérna framundan, veisla einhvers konar í júlí. Eða fram í mánaðamótin júlí-ágúst. Þar sem þið eru að fagna í góðra vina hópi. Það er eiginlega tvennt sem er ykkur hjartans mál og þið viljið fá út úr lífinu. Og það er að vera í jákvæðu andrúmslofti með ykkar nánustu og njóta lífsins og svo það að vinna. Þetta tvennt er ykkur mjög mikilvægt og verður það áfram. En ég sé hjá mörgum ykkar, kæru naut, að eftir sumarið
eru mörg ykkar með plönum það að hægja á ykkur. Ef til vill að fara að minnka við ykkur vinnu eða fara að taka því aðeins með meiri ró, því að það er búin að vera þessi rosalega keyrsla sem ég byrjaði á að segja ykkur hérna frá, sem að er búin að keyra ykkur svolítið í kaff. Og löngun ykkar til að vera með ykkar nánustu og þess að njóta lífsins, hún eiginlega stangast á við þessa ofkeyrslu í vinnu. Þannig að þið þurfið að finna einhvern milliveg þar og gefa ykkur líka tíma til að staldra við og svona skoða verkin ykkar og leyfa þeim svolítið að blómstra. Og til þess að þið getið það, þá þurfið þið að hægja þess á ykkur. Ok, þetta er svona það sem að kemur helst hérna upp. Og það kallar svolítið á mig hérna aftur miðjuspilið sem að táknar fíkn og sterkar langanir og svona frekar neikvæða hluti. Ef þetta er einhver innan vinahópsins eða fjölskyldunar sem er að glíma við þetta, þá er ákaflega gott að taka æðruleysisbænina sér til fyrirmyndar og varast það að fara of mikið inn í erfiðleika annarra, láta draga sig inn í veikindi og erfiðleika annarra. Við skulum sjá hvað fleiri spil hérna segja okkur. En ekki alveg búin að það. Æðruleysisbænin kom líka upp hérna í lestri hjá einhverju öðru merki. Guð gefði mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Þið fáið hérna spil sem heitir hlátur. Tengist því sem ég var að segja áðan með að slaka aðeins á, hægja ferðina, gefa sér meiri tíma til að hlæja og hafa gaman, skiptir máli. Hlátur kemur á stað góðum boðefnum í líkamanum og hann léttir lundina og það að hlæja með öðrum er eitt af besta og eitt af skemmtilegasta sem hægt er að gera. Hlátur léttir orkuna og mjög er litið hérna á þemaspilið ykkar og það að sjá undir yfirborðið og að ná dýpri tengslum við hlutina. Hlátur getur hjálpað til með það. Nokkur fleiri spil ætlum við að taka hérna. Júlímánuður verður greinilega mjög skemmtilegur og fullur af gleði og hlátri, vonandi. Já. Kæru naut, þið megið taka þetta til ykkar í sumarfríinu. Rekaviður. Farðu með straumnum og treystu því hvert alheimurinn er að fara með þig. Þetta tengist afslöppuninni, því að fara sér hægar, láta sig reka, fljóta með straumnum. Þetta getur átt við hvort sem er í vinnu eða fríi eða öllu þar á milli. Já, ég finn það hérna, það hefur verið að hvísla hérna að mér að mörg ykkar, kæru naut, fengið mikið út úr því að synda og eins að hjóla. Bæði svona íþróttir sem að eru ákveðið flæði, það sem er ákveðið flæði í gangi og er hálfgerð hugleiðsla. Það á við
einhver ykkar allavega að myndi gefa ykkur mikið. Vill hafi ég verið að reyna að stjórna. Það er það sem æðruleysispælum fjallar að sleppa svolítið stjórninni, leyfa almættinu að sjá hlutina, gera það sem ég geti gert, en leið og þið finnið mótstöðuna og það ekkert meira er hægt að gera, að sleppa þá takinu í staðinn fyrir að ganga á ykkur. Næsta spil kemur með tímasetningu sem getur verið mikilvæg fyrir einhver ykkar og þið gætu verið með einhverja spurningu í huga varðandi tímasetningu líka. Við skulum sjá. Ok, það er mánuðurinn nóvember. Nóvember virðist ætla að vera mikilvægur. Kannski er einhver fæddur í nóvember sem er ykkur nákominn. Einhver plön gætu þið verið búin að gera sem verða veruleika í nóvember. Það er einhver hittingur líka í nóvember hjá einhverjum ykkar. Nóvember er svona vetrarbyrjun líka. Ok, þið vitið best hvað þetta er. Svo er það já eða nei svar eða allt þar á milli. Og ef við erum með spurningu að bera hana þá upp núna. Og hér er svarið ykkar. Það er sko bara áreiðanlega ekki. Þannig að þetta er nei svar. Ég vona bara að það hafi verið svarið sem að þið hafi óskað eftir. En kæri naut, þá komum við að lokum. Ég vona svo sannarlega að júlímánuður verði ykkur bjartur og góður og ég óska ykkur alls eins besta, ljós og kærleikur.